Komið sæl, velkomin á 253. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar sem haldin í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal og hefst núna klukkan 4. Fyrst ætlum að fara yfir mál til að bæta við á dagskrá. Lagt til að máli nr. 220804 vegamál verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 1. Lagt til að máli nr. 241030 gjaldskrár uppfærsla fyrir 2025 verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 9. Lagt til að mál nr. 241105F fundargerð menningarmálanefndar Dalabyggðar frá fundi nr. 41 verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 13. Önnur mál í útsendi dagskrá hlaðist í samræmi við ofangreint. Hver athugasemdir þetta? Þá göngum við bara dagskrána og dagskrárliður nr. 1 er nr. 220804 vegamál. Það gefa Bjark orðið. Ágæta sveitarstjórn, maður tilheyrendur. Það kannski að vera óstöðan og maður kannski að verða svo aðalpersónin í myndinni kona fyrir stríð að berja höstnum við steininn í að verja ákveðna hagsmuni. En enn og aftur ástandi í vegamálum þannig að ástæða þykir til að hér á fundi sveitarstjórnar að taka málefni til umræðu. Á vegagerðinni núna og hefur verið undanfarna sólarhringa tilkynning um að rauð viðvörun hættustig sé í gildi vegna byggblæðinga á Bröttubrekku og þjóðvegi 60 í gegnum Dali, þar með talið Svínadal. Þannig að það ástæða til að sveitarstjórn álykti, sendi frá sér bókun í kjölfar fundar. Það mjög sláandi að skoða vef vegagerðarinnar yfir landið allt og hvar eru hættumerki sögð vera vegna holóttra vega og byggblæðinga og Vesturlandið áberandi langvest. Og ég hvet þá sem að til okkar heyra og til okkar sjá til að kíkja inn á vef vegagerðarinnar og við munum vekja athygli jafnframt á þessari stöðu í kjölfar þessa fundar af því að á þessu korti má sjá að Vesturlandið færir inn í fallengun að mínu mati í umhirðu vega og í því að sækja á viðhald þeirra vega sem í umdæminu eru. Ég ætla að leyfa mér að lesa hér upp tillögu að bókun svohljóðandi. Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur orðið tíðrætt ástand vega í héraðinu undanfarin misseri og ár og kemur svo staðið ekki til af góðu. Þjóðvegur 60, Vestfjarðavegur í gegnum Dali, í miklu lamasessi með tillit til umferðaröryggis og almennra flutninga nú sem aldrei fyrr má segja. Til stuðnings þeirri fullyrðingu svohljóðandi tilkynning á vef vegagerðarinnar að hættuástand vari í dag þann 13. febrúar 2025. Innan gæsalappa bein tilvitnun í vef vegagerðarinnar. Hættustig vegna byggblæðinga í gildi á Bröttubrekku í gegnum Dalina, yfir Svínadal og út Hvolsdal, en einnig á veginn við Vatnaleið undir Hafusvelli og að Heydalsafleggjara. Hraði tekið niður í 70 km á klukkustund. Tilvitnun lýkur. Til viðbótar vil ég nefna að á kaflanum hér, suður frá Búðardal og yfir Brekku kafli sem jafnframt tekið hámarkshraði niður í 50 og það ekki á ástæðulausu, vil ég segja. Þannig að þetta óviðunandi ástand. Held áfram með tillögu á bókun. Þessi staða algjörlega óviðunandi og öryggi vegfarenda stefnt í tvísýnu. Einnig ein birtingarmynd ástandsins á veginum í gegnum Dali sú að í ljósi takmarkana á Öxulþunga þá nást ekki full afköst á til að mynda framkvæmdasvæðum og nærtækt að nefna uppbyggingu íþróttamannvirkja í Búðardal í þeim efnum. Langstærstu framkvæmd sveitarfélagsins frá upphafi. Vísum hér beint í minnispunkta frá verktaka til útskýringar innan gæsalappa. Vegna ástandsvega, yfirlýsts hættuástands og þungatakmarkana frá Borgarnesi í Búðardal getum við ekki tryggt eðlilega framvindu við verkefnið. Steypubílar geta aðeins flutt 75% í magni sem þeir geta flutt til okkar og steypudæla má ekki aka vegina vegna þungatakmarkana. Þetta þýðir akstur per rúmmetra eykst gríðarlega, meðal annars vegna minnkaðs magns í steypubíl og við þurfum að steypa oftar og minni steypur því steypudælan hefur meiri oxuðþunga en 10 tonn og getur því ekki komið til okkar.
gæsalapir lokað. Við þessa stöðu fæst ekki lengur unað. Hvaða hættustig Stísi lýst af veghaldara sýnir alvöru málsins. Neyðar og að sprettópar hafa verið myndar af minna tilefni og köllum við eftir slíkum viðbrögðum nú þegar af hendi æðstu yfirmanna vegamála á landinu og vísum þá til ráðherra málaflokksins því fullreynt af fenginni reynslu að höfða til ábyrgðar æðstu stjórnenda vegagerðar hvað ástand og ásíkumulag vegakerfis í dölum áhrifir. Viðbragðsáætlun þarf að virkja. Þannig hljóðar tillaga að bókun og ályktun sveitarstjórnar og legg ég hér fram til fundarins til umræðu og afgreiðslu. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki, sem ræða vegamál frekar. Eyjólfur Skjörsson. Forseti og aðrir góðir sveitarstjórnarmenn og áheyrendur. Ég tek bara heils hugar undir þessa bókun og komum bara að koma hér upp vegna þess að ég átti leið fyrir höfuðborgarinnar í gær og keyrði hérna umrætt svæði. Og það að keyra yfir Bröttubrekku og hér svona Búðardal í gær mitt eiginlega bara á að keyra mjög líkamlega. Bílklessurnar að slást upp í brettin á bílnum. Það var bara mjög mikill hávaði og ég var að velta fyrir mér hvað þarf til þess að vegamála yfirvöld heyri. Þetta ekkert spurningin að það hvort að verða einhvern slys, alvarlegt slys, bara hvenær verður það. Og kannski bara til marks hvernig fólk skynjar hlutina misjafnt. Það var 6 ára dóttir mín með mér bílnum í gær og verður hann að leiðast á þeim og spyr hann þessar spurningar. Pabbi, ég veit ekki með það ónýtt. Það skildi ekki til hvernig ástandið var. Og ég óttast það vegna framlagningar þingmálaskrár í síðustu viku þar sem á að fara að tala kílómetragjald sem á að skila auknum tekjum í ríkissjóð til innviða uppbyggingar í samgöngumálum. Ég ekkert á móti kílómetragjald til þess en ég óttast það að þeir fjármunir sem verða innheimtir gegnum kílómetragjald sem væntanlega að miklu leyti koma frá notendum á landsbyggðinni það mun ekki skila sér til samgöngumálum. Það mun hverfum staðar inn í hindina í ríkissjóði. En ég styð þessa bókun heils hugar. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar Skjörsson. Forseti, ágætu fundarmenn. Að sjálfsögðu styð ég þessa bókun og það er bara forvitnilegt fyrir fólk að kynna sér þetta vel og skoða þetta og ég kann kannski tekið bara svona aðra vinkla á þetta að það var mikið talað til dæmis núna með ástandi á Reykjavíkurflugvelli varðandi sjúkraflutninga og annað slíkt þar sem að hluti af mínum störfum ég til dæmis að vinna við það og það fyrsta sem við gerum í allri hjálp það að við reynum að búa ekki til meira slys. Ég viðurkenni það, ég myndi ekki vilja þurfa að fara á miklum forgangi þessa vegi einfaldlega á þeirri hættu sem geti skapast fyrir aðra vegfarendur. Og það sé orðið þannig að þessi hraði sé tekinn niður í 50 á sumum köflum og niður í 70 núna og þetta ekkert búið þó þetta sé núna einhverja nokkra dag á frist aftur núna og svo þetta klárast ekkert núna. Og það búið að vera forvitnilegt upp á síðkastið að fylgjast með yfirlýsingum ráðamanna, bæði í nýrri ríkisstjórn og í þeirri gömlu þar sem þeir eru að berja sér á brjóst og tala að taka sem dæmi allar þessar fínu framkvæmdir á Vestfjörðum. Það eru búið að vera miklar vegabætur en það þarf að komast á Vestfirði og öll umferðin fer hér í gegn og vegurinn hérna á milli, hann er handónýtur og hann ber ekki neitt af þessu til þess að komast á nýja vegi í Reykhólasveit og fyrir vestan okkur. Þannig að eins og segir í bókuninni að þetta er eitthvað sem þarf að bregðast við strax. Það er ekki hægt að setja þetta á okkur áætlun og taka þetta fyrir 2026. Eins og Eyjólfur sagði náðan, það er bara spurning hvenær verður eitthvað verulega alvarlegt sem verður að rekja beint til þessa ástands. Takk fyrir.
Einar, fleiri sem hann takti máls, Garðar Björnsson. Oddviti, kæru fundarmenn, ég vil bara taka heilshugar undir þessa bókun og það má ekkert bíða. Þessir vegir eru í þannig ástandi að það er bara komið að þeim, það er ekkert. En samt sem áður vil ég þakka þeim starfsmönnum Vegagerðarinnar sem eru á vettvangi og hafa mokað tugum ef ekki hundruðum tonna af biki í holur og reynt að sópa og reynsa vegi eins og hægt er. Það er alveg ómetanlegt hvað þeir gera þó, en það þarf meira til. Stjórnvöld þurfa að koma að, það þarf eitthvað stærra og það þarf að gera strax. Takk. Takk Garðar. Fleiri sem vil taka máls, Eyjólfur Björnsson. Áhorfendur, maður bara taka undir hérna orð Garðars og ég er hérna með orðum mínum og ítrekka orð mín til að beinast ekki gegn starfsmönnum Vegagerðarinnar. Ég vil bara hrósa þeim fyrir það sem þeir eru að gera og þetta er fyrst og fremst gagnrýni á þá sem er ekki á vettvangi. Ég held að starfsfólk Vegagerðarinnar sé oft á tíðum bara að leggja líf sitt í hættu og er það að reyna að gera eitthvað í vonlausri stöðu og já, þetta snýst það að þessi komið fram að virðingu við starfsfólk Vegagerðarinnar á Vesturlandi. Það þurfi ekki að sinna þessum störfum og þessi komið fram að virðingu við íbúa Vesturlands. Takk Eyjólfur. Fleiri sem vilja taka til máls? Langar sjálfur bara að taka undir orð allra sem hafa talað hér undan mér. Það er mikið við að bæta en einmitt það má ekki verða til þess að þetta má ekki bíða þangað til að vera slys. Það þarf að gera eitthvað núna áður en það gerist slysi og það má ekki bíða. Þannig að ég legg bókunina fyrir fundinn sem Bjarki las upp áðan, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá förum við í dagskrárlið númer 2, númer 25-01-036, fjárhagsáætlun 2025 viðauki 1. Það er gefa Bjarki Björnsson. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur Byggðarráð tók fyrir á fundi sínum á síðasta fundi sínum tillögu að viðauka 1 við fjárhagsáætlun ársins 2025 og hlutarins eðli þarf síðan sveitarstjórn að staðfesta þá ákvörðun. Það hafa orðið breytingar síðan að Byggðarráð fundaði sem að taka þar tillit til og hefur það verið borið undir fulltrúa í Byggðarráði til samþykktar og svo er. Þannig að í ljósi þess þá ætla ég að kynna hér tillöguna, hún er í fundargögnum og áhrifin sem að þessar breytingar hafa er annars vegar á rekstrarkostnaðinn A-hluta. Þar hækkar kostnaður A-sjóðs 29,5 milljónir og hefur það bein áhrif á rekstrarniðurstöðuna. En síðan varðandi eignfærslur að þar er tillaga að hækka framlög vegna bæði viðhalds og kaupa á fasteign hér að Miðbraut 11 og þar eru tillaga að hækkun upp á 31 milljón rétt rúmlega, þannig að heildaráhrif þessa eru til lækkunar á handbæru fé upp á 60.500.000. Þannig er tillagan hér til sveitarstjórnar til afgreiðslu. Ef það einhverjum spurningar þá svara ég þeim að sjálfsögðu. Takk. Takk Bjarki. Þú sem vil ræða viðauka. Þú virðist ekki vera að leggja hann fyrir fundinn, þeim sem er samþykkt í viðauka 1 gefur merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 3, númer 24-09-18, samþykkt gæludýrahald í Dalabyggð. Og fyrir liggur fundin tillaga að vísa þessu til Byggðarráðs og fresta afgreiðslu sveitarstjórnar. Einhver sem vill ræða þá tillaga? Þeir sem eru samþykkin henni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Svo er það dagskrárliður númer 4, númer 25-01-31, félagsmál 2025. Frá 73. fundi félagsmálanefndar Dalabyggðar þann 15. janúar 2025 var bókað
Lögð er fram tillaga að reglum stoð og stuðningsþjónustu í Dalabyggð. Verkefnastjóri sagði frá vinnu nýstofnaðs samráðshóps stjórnenda í velferðarþjónustu á Vesturlandi. Félagsmálanefnd samþykkir framkomna tillögu að reglum stoð og stuðningsþjónustu í Dalabyggð og vísa til staðfestingar í sveitarstjórn. Tillaga að reglum stoð og stuðningsþjónustu í Dalabyggð er hér lögð fram til afgreiðslu. Einhver sem vill ræða þessar reglur. Svo virðist ekki vera, þannig ég legg það fyrir fundinn þeir sem eru samþykkt í reglunum gefa merki og þær eru samþykktar samhljóða. Svo er dagskrárliður númer 5, númer 25.02.02, persónuverndarstefna Dalabyggðar. Tillaga að persónuverndarstefnu Dalabyggðar lögð fram til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og sem til að ræða persónuverndarstefnu, þá legg ég hann fyrir fundinn þeir sem eru samþykkt í stefnunni gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárliður númer 6, 24.03.14, miðbraut 11. Frá 331. fundi byggðarráðs þann 23. janúar 2005 var bókað eftirfarandi. Á 329. fundi byggðarráðs sem haldinn var þann 7. nóvember 2024 var sveitarstjóra falið að eiga viðræður við FSRE möguleg kaup á hluta ríkisins í húseininni að miðbraut 11 í Búðardal. Í kjölfar þeirra viðræðna sendi sveitarstjóri tilboð eignarhlutinn að fengnu samþykki byggðarráðsmanna sem nú hefur fengist samþykkt. Sveitarstjóra falið að ganga frá samningum í samræmi við samskipti við FSRE kaupverð. Hvað sem ræða þennan lið? Bjarki, hversu vel? Oddviti sveitarstjórn, ágætu tilheyrendur. Já, hér er í rauninni farið fram á að sveitarstjórn var staðfesti þann gjörning sem við átt sér stað með tilstilli byggðarráðs. Tilboð okkar í eignarhlut ríkisins hér í húseininni þann hluta sem að ríkið átti hér á miðbraut 11 var samþykkt. Við buðum sem nam í rauninni fasteignamati á þessum hluta 9,5 milljón og var það tilboð fyrir rest samþykkt. Þetta var töluvert langt ferli en nú liggur niðurstaðan fyrir þannig að við þurfum bara að fá því formlega blessun sveitarstjórnar á þennan gjörning. Það sem við sjáum fyrir okkur hér niðri til að nýta þennan hlut, við erum ekki bara að kaupa hann til að geyma dót í, síður en svo, við ætlum að fá starfsemi og erum í viðræðum við aðila, opinbera aðila að koma með verkefni hér inn og síðan auðvitað ef að áhugasamir aðilar í einkageiranum hafa áhuga þá erum við til samtals að sjálfsögðu en þetta er í rauninni bara til að einfalda utanumhaldið með þessa eign og láta ekki þessi rými, ágættu rými standa í rauninni bara með dregið fyrir gluggana og strökk ljósin. Þannig að það er markmið nummer 1, 2 og 3 að fá ljós og líf í allt húsið. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki. Meira sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera, þannig að ég legg til við fundinn að samþykkja þetta kauptilboð. Þeir sem eru samþykkið gefa merki. Það er samþykkt, samhljóða. Þá er þetta dagskrárliður númer 7, 25.01.16, útsvar og fasteignaskattur 2025. Á 331. fundi byggðarráðs þann 23. janúar 2005 var eftirfarandi bókað. Elli og örorkulífeyrisþegar með lögheimili og búsetu í Dalabyggð njóta afsláttar af fasteignaskatti og holræsagjaldi sem lagt er á íbúðarhúsnæði í eigu viðkomandi enda hafi hann þar búsetu og hafi ekki af því leigutekjur. Upplýsingar Tryggingastofnunar tekjuviðmið höfðu ekki verið birtar þegar gögn voru unnin fyrir sveitarstjórnarfund í desember og því samþykkt að viðmið fyrir afslátt ellilífeyrisþega og öryrkja yrðu birt á heimasíðu Dalabyggðar þegar tilkynnt yrði álagningu fasteignagjalda 2025. Hérna er lögð fram drög að þeim viðmiðum. Sjátöflu. Eitthvað sem vill ræða þessi viðmið? Svo virðist ekki vera þannig ég legg þeim fyrir fundinn til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 8, númer 25.02.01, erindi frá Strandabyggð til Reykhólahrepps og Dalabyggðar. Framlagt erindi frá sveitarstjórn Strandabyggðar þar sem óskað er eftir viðræðum við Dalabyggð og Reykhólahrepp
með það í huga að kanna hug sveitarfélaganna til hugsanlegra sameiningarviðræðna þeirra. Einhver sem vill ræða þetta erindi? Ég ætla að leggja hérna fram tillögu bókun sem eftirfarandi. Í ljósi óformlega viðræðna Dalabyggðar og Húnaþings vestra sé Dalabyggð sér ekki fært að stofna til viðræðna við Strandabyggð. Þeir sem eru samþykkir þessi bókun gefa verki. Það samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 9, númer 24, 10.030, gjaldskrár, uppfærsla fyrir 2025. Lögð er fram til afgreiðslu gjaldskrá fyrir slökkvilið Dalabyggðar 2025 eftir vísitöluhækkun. Einhver vill ræða þessa gjaldskrá? Þeir sem eru samþykkir gjaldskránni gefa verki og hann er samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerðir til kynninga, dagskrárliður númer 10, 24.12.03F, Byggðar og Dalabyggðar, fundur 331. Ræða þessa fundargerð? Nei. Svo er það dagskrárliður númer 11, númer 24.12.01F, Fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur 137. Einhver sem vill ræða þessa fundargerð? Nei. Þá erum við komin í dagskrárlið númer 12, 24.11.02F, Félagsmálanefnd Dalabyggðar, fundur 73. Einhver sem vill ræða þessa fundargerð? Svo virðist ekki vera, þá er það dagskrárlið númer 13, 24.11.05F, Menningarmálanefnd Dalabyggðar, fundur 41. Einar, gjörðu svo vel. Ágæti fundarmenn. Ég vil kannski bara aðeins að tala kannski þessa fundargerð og líka næstu. Það eru 2 myndir en á þessum fundi í menningarmálum var semst úthlutað úr menningarmálaverkefnasjóðum okkar. Það báru semst 14 umsóknir og 9 verkefni hlutu styrk. Og kannski bara svona örstutt og ég mun punkta hjá mér í minnisblaði að þegar við förum í næstu vinnu varðandi fjárhagsáætlun að ég held að sé kominn tíma að við skoðum að hækka þennan pening sem þessi sjóður hefur til umræðu. Við hækkuðum þetta fyrir nokkrum árum og ég held að þetta hafi skilað sér í ofboðslega skemmtilegri viðbót inn í allt lífið hérna og það sýnir sig nú kannski bara á því hvernig við erum að skora í íbúakönnunum og öðru og ég held að þetta sé alveg stór liður í því og það hefur verið umfram eftirspurn í þennan sjóð og ég held að hver króna sem er sett í þetta, hún skila sér í raun og veru margar tilbaka í alls konar veltu, bæði hjá rekstraraðilum hér og þegar það er að koma hingað aðkomufólk. Og kannski nú bara tækifærið í hinni fundargerðinni, þar er aðalega verið að tala stóru menningarhátíðina í Jörfagleði sem að verður núna eftir páska. Byrjar sumardaginn 1. 24. apríl og stendur fram á sunnudaginn 27. Og það verður í byrjun mars verða drögin tilbúin á dagskrá en nú þegar er svona byrjað að kynna það helsta og þetta verður bara stór og flott hátíð eins og venjan er. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er dagskrárliður númer 13. Þetta var 13, 42. Það er síðan aðeins mistök í dagskránni. Það vantar sem sagt inn Menningarmálanefnd Dalabyggðar fund 42 einnig. Fer hann ekki bara númer 14? Bara ræðast niður. Það var bara villa mistök í morgun. Já. Og í rauninni viðbæturnar áttu að vera fundur númer 42, ekki 41. Einmitt, það sem ég las upp fyrst þarf að vera að bæta við Menningarmálanefnd Dalabyggðar fundur 41 en það átti að vera fundur 42. Og hann kemur þá inn sem dagskrárliður númer 14. Einar nú þegar búinn að taka til málsvarandi þann lið, hver fleiri sem vilja ræða fundargerð númer 42 Menningarmálanefndar. Svo verðist ekki vera, þá förum við í dagskrárlið númer 15. Atvinnumálanefnd Dalabyggðar fundur 50. Hver sem vill taka til máls varðandi þá fundargerð? Nei. Svo er það dagskrárliður númer 16. Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar fundur 153. Einhver sem vill ræða þessa fundargerð?
Svo það númer 17, númer 24.01.002, fundargerðir Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi 2024. Einhver sem vill ræða þessar fundargerðir? Nei. Dagskrárliður númer 17, 24.11.014, fundargerðir Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum. Einhver sem vill ræða þessar fundargerð? Nei. Svo það máltilkynningar, mál númer 19, 24.01.03, fundargerðir Samband íslenskra sveitarfélaga 2024. Einhver sem taka til máls? Svo það dagskrárliður númer 20, 25.01.03, fundargerðir Samband íslenskra sveitarfélaga 2025. Einhver sem taka til máls? Nei. Fundarliður númer 21, númer 24.01.07, fundargerðir Breiðafjarðarnefndar 2024. Þú setur ræðið þá fundargerð. Svo það dagskrárliður númer 22, skýrsla sveitarstjóra, Gjörðsverkverki. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir fyrirnefndur. Fyrst það að íbúafjöldinn samkvæmt íbúasynjunni okkar miðað við 2. febrúar síðastliðinn stóð í tölunni 669 og hefur hækkað. Það nefnilega hérna í skýrslunni, það stendur fækkað en það hefur hækkað hérna 6 frá því í desember. Þannig að það ánægjulegt. Þannig að allavega miðað við íbúasynjuna þá stutt í að við rjúmum vonandi 670 múrinn og þetta er hérna, það potast upp. Og næst það varðandi framkvæmdir uppbyggingu íþróttamannaverkja, það hefur gengið vel og verkið á áætlun þrátt fyrir risastórt veður og undanförnu sem og það sem við fengum hérna tíðindag í morgun á verkfundi að hérna það næst ekki full afkvist á varðandi steypuvinna en engu að síður að þá eru verktakar okkar bjartsýnir á að við náum að halda þeirri tímalínu sem við erum að vinna samkvæmt. Það er verið að fylla í sökkur hússins og límtré verður væntanlega komið í Búðardal fyrir næsta fund sveitarstjórnar og í vikunni þar á eftir verður hafið að reisa límtréð þannig að upp úr miðjum mars verðum við farin að sjá hérna breytist útsýni hér allavega á miðvörð 11 yfir hérna skólalóðina og félagsmiðstöðum okkar þannig að það styttist í að við sjáum rísa hér límtréð. Og núna öðru hvort með helgina verður hérna aðgengi að vefmyndavél sem var verið að setja upp í gær og tengja í morgun aðgengilegt á heimasíðu Dagablaðar. Það fer eftir hvernig tæknimönnum gengur að tengja græjuna núna þessar klukkstundirnar. Þannig að öðru hvort með helgi verður komin í rauninni bein útsending af þróun verksins á heimasíðunum okkar. Næsta úthlutunarhátíð Dagablaðs verður haldin þann 27. febrúar næstkomandi og það voru margar áhugaverðar umsóknir bárust til úthlutunarnefndar nú sem fyrr og í tengslum við þetta verkefni Dagablaðið þá verður í næstu viku tekið fyrir af hálfu stjórnar Byggðastofnunar erindi okkar áframhaldandi samstarf í einhvers konar mynd en nú verður samningur rennur út í árslok. Eins og Einar kom inn á hér áðan og þá tók menningarmálanefndin okkar fyrir hérna umsóknir sem bárust í menningarmálaverkefnisjóðun okkar fyrir árið 2025 í janúar síðastliðinn og það voru spennandi verkefni þar á ferðinni og síðan ánægjuleg tíðindi sem bárust okkur þegar að uppbyggingarsjóður Vesturlands úthlutaði styrkjum núna fyrir skömmu. Hátíðin var haldin 24. janúar síðastliðinn í Grundarfirði. Þannig að hérna þar bárust styrkir hingað vestur í Dali upp á 9 milljónir sem renna til verkefna í tölunum 9,1. Þannig að þegar við leggjum þetta saman allt saman, menningarmálaverkefnisjóðun okkar, það sem kemur úr uppbyggingarsjóðnum inn í Dali og síðan það sem verður úthlutað núna í lok febrúar, rúmar 18 milljónir. Þannig að þar erum við að tala bara 30 milljóna innspýtingu í samfélagið okkar í dögum. Þetta er gríðarlega mikilsvert og í rauninni líka sýnir hvað okkar fólk orðið í rauninni bara viljug til
góður að verka og í rauninni kann að sækja þessa styrki eins og uppbyggingarsjóðinn, 9,1 milljón. Þetta gerist ekki sjálfur sig, þannig að þetta eru spennandi verkefni og góð innspýting fyrir okkar samfélag. Nú, eins og kunnugt fengum við Dalabyggð-styrk og sjóði Byggðastofnunar til að undirbúa uppbyggingu atvinnuhúsnæðis og síðan, líkt og kynnt hefur verið, samþykkti Byggðastofnunar koma af enn meiri þunga inn í verkefnið með okkur. Og nú er verið að ræða við áhugasama aðila aðkomu að verkefninu sem og þá sem sýnt hafa áhuga að kaupa og verið að leigja aðstöðu, þannig að vonandi á næstu vikum skýrast mál enn frekar varðandi þetta mikilvæga verkefni. Og einnig vil ég nefna hér að aukinn þrýstingur hefur verið settur á ríkisvaldið varðandi afar þarfa uppbyggingu aðstöðu fyrir viðbragðsaðila hér í Búðardal. Allt kapp er lagt á það verkefni og þá aðstæður fyrir lögreglu og sjúkrabíla verði ávarpað í fjármálaáætlun þeirri sem ríkisstjórnin hyggst leggja fram í marsmánuði. Ráðherrar og þingmenn hafa fengið kynningu og formleg erindi send, þannig að vonandi fær þetta mikilvæg verkefni áherð þeirra sem stýra málum. Fyrir áramót var auglýst nýtt starf hér í Dalabyggð sem er samstarfsverkefni okkar og Heilbrigðisstofnunar Vesturlands þar sem helstu verkefni eru sjúkraflutningar á dagvinnutíma og almenn unnið og viðhald húsnæðis í eigu Dalabyggðar og Heilbrigðisstofnunar Vesturlands sem tilgreind voru í auglýsingu. Það voru góðar umsóknir sem bárust í starfið og eftir yfirferð og viðtöl við 4 af umsækjendunum var samdóma álit okkar sem viðtöl tóku að ganga til samninga við Svan Loga Guðmundsson og hefur hann þegar hafið störf og bjóðið við hann velkominn til starfa. Talandi starfsmannamál, þá er Guðný Erna Bjarnadóttir lýðheilsufulltrúi mætti starfa hjá okkur og bjóðið við hana hér velkomna til starfa sömuleiðis. Óformlegt samtal okkar í Dalabyggð sveitarstjórn Húnaþings vestra að skoða kosti þess og galla við að sameina þessi 2 landstóru sveitarfélög nú hafin og það verið haldin 2 fundir starfshóps sem skipaður var. Stefnt er að íbúafundum í lok mars að óbreyttu. Við hér í Dalabyggð áttum í fyrri hluta af janúar í hressandi samskiptum við HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, í kjölfar birtingar þeirra á desemberskýrslu sinni, þar sem fram komu vægast sagt villandi upplýsingar fjölda tómra íbúða á landinu. Það er afar bagalegt þegar þrýstingur á útgáfu talna sem þessara ber raunstöðu og þar með sannleikanum algjöru ofurliði, lét sá sem hér stend hafa eftir sér á vef Skessuhúss og fleiri fjölmiðla og stend í algjörlega við þau orð. Óveður og rauðar viðvaranir gerðu landsmönnum lífið leitt í síðustu viku og ákveðum við í ljósi mjög vondra veðurspár og rauðra viðvarunar aflýsöldu skólahaldi í Dalabyggð 26. febrúar. Sem betur fer stóð óveðrið skemur en spáð var en engu að síður var gott að fara öllum með gát. Ekki urðu nein veruleg fóktjón hér í dölum svo ég viti, en engu að síður urðu víða einhverjar skemmdir af völdum þessara veðurofsa sem yfir okkur gekk. En auðvitað mestum vert að enginn slasaðist og fyrir það ber að þakka. Almannavarnanefnd á Vesturlandi fundaði með sérfræðingum á Veðurstofuna enda til ríkislögreglustjóra stöddu til að ræða stöðuna í tengslum við vaxandi óróa og jarðskjálfta í og við Ljósafjöll og stefnir að því halda opinn upplýsingafund á næstunni. Sennilega líklegasta dagsetning núna er 12. mars og verður hann haldinn í félagsheimilinu Breiðabliki og verður jafnframt strengt. Og þar mæta þeir sérfræðingar sem við hittum frá Veðurstofunni, náttúruvár sérfræðingar til að fara yfir þá mögulega hættu sem að okkur steðji ef að framhald verður á, en auðvitað krossum við fingur og vonum að það verði ekkert frekari hræringar þarna, allavega 7.13 hafi verið rólegt yfir undanfarna daga, en auðvitað þurfum við að kortleggja þær svo á sem að okkur mögulega standa. Nú, 112 dagur var haldið síðastliðinn þriðjudag, eða þann 11. febrúar og lögðu viðbragðsaðilar hér í dölum sitt af mörkum til að vekja athygli á því mikilvæga starfi sem þeir sinna og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir. Nú talað rauðaviðvaranir 112 daginn, þá er ekki hjá því komist hér skýrslu minni að tala enn oftur ástand vega og setja hér með skjánum með skýrslunum minni af vegagerðinni fyrir í dag og við munum í kjölfar fundar sveitarstjórnar koma skýrum skilaboðum frá okkur varðandi stöðumála til þeirra sem ber ábyrgð á vegamál og öryggi vegfarenda og í rauninni mjög fínar viðbætur sem að hér komum fram í punktu áðan frá fundarmönnum og til að mynda varðandi almannavarnaþáttinn og flutning og keyrslu viðbragðsaðila, sjúkrabíla og lögreglu. Þannig að það eru ýmsir víklar á þessu sem við þurfum að halda á lofti. En tek líka undir það að við erum ekki að beina skjótum okkar að almennum starfsmönnum vegagerðarinnar sem heldur betur hafa staðið vaktina af miklum sóma. Síður en svo tökum það fram í okkar bókun að við beinum skjótum okkar í átt á æðstu stjórnendum vegagerðarinnar sem hafa ekkert endilega verið
öflugir bandamann okkar í Dölum við að ná fram betrum bótum á vegagerðinni. Undirritaður átti fund með ráðherra sveitarstjórnar og samgöngumála, innviðaráðherra, þann 20. janúar síðastliðinn. Einnig var á fundinum skrifstofustjóri sveitarstjórnarmála. Samtölu fóru til víðan völl í þessu mikilvæga málefnum sem ræður og verður áhugavert að fylgjast með þróun þessara mála í ráðuneytinu á komandi vikum og mánuðum. Nú fundu fulltrúar frá samtöku sveitarfélaga með þingmann Norðvesturkjördæmis fór fram í húsakinn með Alþingis þann 22. janúar síðastliðinn. Þingmann kjördæmisins fyrir utan fulltrúa Flokks fólksins áttu okkur gott samtal og var ánægjulegt að finna þann tón að þingmannahópurinn ætlar að reyna að snúa bökum saman í þágu kjördæmisins. Það verður líkt og við stöðum ráðherra sveitarstjórnar og samgöngumála áhugavert að fylgjast með þróun þessara mála hjá þingmannahópnum okkar á komandi vikum og mánuðum, en ég ætla að orða það hér eins og við ræddum á þessum fundi og í kjölfar hans að það voru vonbrigði að þingmenn og fulltrúar Flokks fólksins sáu sér ekki fært að hitta okkur og hefur þeim skilaboð verið komið skýrt á framfæri við þessa einstaklinga sem við ræðir. Sem sárabót við þeim vonbrigðum okkar þá áttum við í gær fulltrúar sveitarfélaganna á Vesturlandi og SSV fund með ráðherra sveitarstjórnar og samgöngumála og fundur fór fram í fjárfundi og stóð í klukkustund og farið eins og á fyrri fundum út víða völl enda nóg að taka og það verður spennandi að sjá hverjir fram vindur í til að mynda málefnum sveitarfélaga og samgöngumála í landshlutunum í kjölfar þessara samtala allra. Nú reglulegir fundir fulltrúa sambandsins sveitarfélaganna og framkvæmdastjórum vegna stöðu kjaraviðræðna hafa verið haldnir undanfarið. Staðan snúin en vonir stendur til að deiluaðilar finni samningsfljót svo fljótt sem verða má þannig ekki þurfa að koma til frekari verkfalla á næstunni. Samningsumboð Dalabyggðar líkt og annarra sveitarfélaga liggur hjá samninganefnd sambandsins okkar og eru ekki aðilar að samtalinu en fáum líkt og þess að reglulega fréttir af stöðu mála. Nú í kynningu 2 tillögur á deiliskipulagi í Búðardal sem sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkti þann 14. nóvember síðastliðinn að auglýsa samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga. Ræða annars vegar deiliskipulag sunnan miðbrautar í Búðardal sem nær til íbúðarbyggðar við Ægisbraut og Stekkjarhvamm og opnar svæðisins suðvestan skólasvæðisins og Dalabúðar. Og hins vegar að ræða deiliskipulag norðan miðbrautar sem tekur til íbúðarbyggðar við Búðarbraut, Dalbraut, Gunnarsbraut og Sunnubraut. Og einnig svæðið við Dalaheimili Silfurtún og miðsvæðis norðan miðbrautar. Tillögurnar aðgengilegar á heimasíðu Dalabyggðar og í skipulagsgátt Skipulagsstofnunar og við hvetjum íbúa eindregið og aðra hagsmunaaðila til að kynna sér tillögurnar og skila henni athugasemdum og ábendingum við fyrir lok kynningartímans. Athugasemdum skal skila skriflega í gegnum Skipulagsstofnunar og frestur til að skila athugasemdum til 28. febrúar næstkomandi. Einnig hægt að senda athugasemdum til skipulagsfulltrúa okkar í netfangið skipulag@dalabygg.is. Samskipti hafa átt sér stað undanfarna daga við stjórnendur á HFF, Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, vegna vannýttra hvíldarrýma á Silfurtúni, en til staðar heimild til handa heimilum til þess að starfrækja að minnsta kosti 2 rými alla jafna til viðbótar við þau 8 varanlegu sem nú í notkun. Svör þau sem ég fæ eru að það vanti fleiri starfsfólk til að sinna heimilisfólki og hef ég hvatt hlutaðeigandi til þess að setja þá kraft í að manna heimili til viðbótar við þá góðu starfsmenn sem nú eru þegar við störf þannig að við fáum fulla nýtingu á heimilu og að þeir sem þess óska og þurfa að komast inn í dvöl á Silfurtúni fái svör. Nú, eins og fram hefur komið þá var verulega jákvæð þróun hvað varðar ánægja íbúa í Dalabyggð á milli íbúaganna landshlutanna á milli áranna 2020 og 2023 sem kynnt var síðastliðið sumar og í síðustu viku kom frétt frekari greining á fyrrnefndri þróun þar sem fyrirsögnin var Dalabyggð sækir mest á varðar ánægja íbúa og það ekki aðmælt að fá slíka fréttir sem koma í kjölfar þess að könnunin rýnt frekar eins og áður sagði og með skýrslunni slóð á þessa frétt. Og að endingu má segja að það hafi verið undanfarnar helgar verið mögnuð mæting á þorrablót í Dölum og sýnir það að mínum mati meðal annars það sem birtist í íbúakönnun landshlutanna. Samstæða hér í Dölum er góð og fólk tilbúið til að mæta á sameiginlegar skemmtanir sem alls ekki sjálfsagður hlutur. Ef skoðuð mæting á þessi 3 þorrablót sem búin eru og svo mætingu á það 4. núna næstu helgi, það má segja að hver einast íbúar Dalabyggð hafi mætt á þorrablót í heimasveit þetta árið. Spurning hvaða samfélög toppa það? Það 10 staðanumir en svara spurningum ef einhverjar eru. Takk. Takk Björki. Það er náttúrulega nóg að gerast í Dalabyggð. Fyrir sem við taka til máls. Svo veist ekki vera, næsti
Fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar verður 13. mars klukkan 4 og segi ég þessum fundi slitið.